Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á þennan fyrirlestur sem haldinn í samstarfi embætti landlæknis og Endurmenntunar Háskóla Íslands jákvæða sálfræði og geðrækt á tímum COVID-19. Ég heiti Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, ég sviðsstjóri lýðheilsusviðs hjá embætti landlæknis og kennslustjóri diplómanáms í jákvæðri sálfræði við Endurmenntun Háskóla Íslands. Í þessum fyrirlestri langar mig til þess að segja ykkur frá leið minni að rannsóknum á vellíðan í gegnum geðrækt og jákvæða sálfræði. Mig langar að kynna fyrir ykkur hugmyndafræði jákvæðra sálfræði, fara yfir nokkur hugtök eins og styrkleika, hamingju, hugarfar, þrautseigju eða þolgæði eins og Páll Matthíasson kaus að kalla það hugtak núna í pistli sínum sem hann flutti 1. maí. Svo langar mig til að skoða með ykkur hugtökin áfallaþroski og tilfinningahugrekki. Einnig langar mig að kynna fyrir ykkur nokkur jákvæð inngrip, en það eru æfingar sem rannsóknir sýna að auki hamingju og vellíðan. Að lokum langar mig svo að fara yfir 10 heilræði á tímum kórónuveiru sem ég og samstarfsfólk mitt við lýðheilsusvið embætti landlæknis settum saman núna í upphafi kórónuveiru faraldursins hérna á Íslandi. En sem sagt, fyrst langar mig til að segja ykkur frá því hvernig áhugi minn kviknaði á rannsóknum og hamingju og velja. Ég var að læra sálfræði við Háskóla Íslands, útskrifaðist þaðan og var ekki alveg viss hvort mig langaði að halda áfram í sálfræði. Ég hafði ekki alveg fundið mína hillu þar. Þannig ég fór að vinna og ég fór að vinna verkefni sem heitir geðrækt og eitt af mínu fyrstu verkefnum þar var að vinna að geðorðunum 10. Mitt hlutverk var að finna rannsóknir sem að myndu sýna hvaða sem einkennir fólks sem að gengur vel og líður vel og ég var einmitt þarna spurða því býtu Dóra, varst þú ekki að útskrifast úr sálfræði? Hvað segir sálfræðin það? Hvað einkennir fólks sem að gengur vel og líður vel? Og ég áttaði með því, ég hafði bara ekki lært neitt það í sálfræði. En ég kunni að leita að rannsóknum á svona sálfræðilegum efnum og ég fór á kaf að leita að rannsóknum. Hvað gerist ef maður leitar að hamingjurannsóknum og veljan? Og það voru nokkrar. Ekki eins margar eins og rannsóknur á vanlíðan, en það voru nokkrar. Eitt sem vakti sérstaka athygli mína þegar ég var að skoða þessar hamingjurannsóknir var að lesa eina fyrstu rannsóknunum sem gerð var í Bandaríkjunum. Það var svona upp úr 1960. Það var gerð risastór rannsókn og tilgátan þar var að þeir sem voru hamingjusamastir væru þeir sem hefðu átt þægilegasta lífið, lenti í minnstu mótlæti og bara hefði ekki þurft að takast á við neitt erfitt. Og það áhugaverða var að sú tilgáta bara kolféll. Allir sem voru í svona 10% hamingjusamasta hópnum höfðu gengið í gegnum erfiðleika. Og nú vitum við alveg að það að gangi í gegnum erfiðleika gerir okkur ekki hamingjusum eitt og sér. Heldur þá skiptir þarna máli hvernig fólk tókst á við erfiðleika. Og þetta fannst mér svo áhugavert að skoða og hvað það? Og hvernig getum við í rauninni, þetta eitthvað sem við getum lært, þeir eru bara sumir heppnir og kunna þetta og ekki og í rauninni það snýrst jákvæða sálfræði að reyna að skoða þetta. Hvað það sem einkennir fólk sem að gengur vel og líður vel og tekst á uppbyggilegan hátt að takast af mótlæti. Og það einmitt svolítið það sem að viðfangsefni þessa fyrirlestur er. Þegar ég rakst á þessa tilvitnun sem eignuð Dalai Lama, þá fannst mér að fanga nokkuð vel í rauninni það sem að mínar vangaveltur og þessar spár það hvað það sem að gerir lífið virða að lifa því og hvernig getum við fundið svona tilgang með lífinu. En mér langar að lesa þessa tilvitnun. Þegar hann var spurður hvað kemur honum mest á óvart mannlega hegðun, þá svaraði á hann að svara. Það sem kemur mér mest á óvart í mannlegri tilveru að maðurinn fórnar heilsu sinni til að eignast peninga. Svo fórnar hann peningunum til að ná eftir heilsu sinni. Á sama tíma hann svo spenntur fyrir framtíð sinni að hann nýtur ekki augnabliksins. Afleiðingin sú að hann lifir hvorki í nútíð né framtíð og hann lifir eins og hann muni aldrei deyja og svo deyr hann án þess að hafa lifað. Og þetta eitthvað sló mig svolítið. Og ég hugsa mér ekki hægt að finna út því, hvernig maður getur lifað lífinu lifandi. Og líka kannski án þess að ganga í gegnum einhver mikil áföll. Eða minnstakosti þá að nota áföllin til þess.
Og þegar ég lesi þetta á fyrirlesturum þá eru alltaf svona einhverjir sem kinka kolli og tengja við þetta. Og mér finnst þessar vangaveltur vera viðeigandi í dag á þessum tímum koronaveiru og velti fyrir mig, getum við nýtt þessa erfiðleika sem við erum að ganga í gegnum til góðs? Getum við breytt þessu? Getum við lifa meira í núinu? Notu augnabliksins og þá þegar það kemur að því að við höfum lifað lífinu, að við höfum þá lifað í lifandi. Hvað þarf til þess? Og það er meðal annars viðfangsefni geðræktar og jákvæðrar sálfræði að rannsaka það hvað gerir gott líf á góðu lífi og hvernig við getum aukið lífsgæði og velja. Þessi mynd er í miklu uppáhaldi hjá mér og segir meira en mörg orð. Ég held varla fyrirlestur án þess að hún fá að fljóta með. Þessi myndræna framsetning á mismunandi stigum heilbrigðisþjónustu, þar sem heilsan er myndgerð í straumi lífsins. Ég sá hana fyrst á lýðheilsuráðstefnu sem ég fór á upp úr aldamótum, en hér er hún í skemmtilegri framsendingu Bent Lindström. Ég var strax heilluð þegar ég sá þetta og hugsaði, já, auðvitað. Auðvitað ég var að leggja miklu meira áherslu á að efla heilbrigði. Það er bæði hagkvæmara og svo eykur það lífsgæði og velja. Við þekkjum þó öll vel núna á COVID-tímum að þegar hætta staðar að þá er mikilvægt að gera allt sem við getum til að koma í veg fyrir dauðsföll, lækna lífshættulega sjúkdóma, en á sama tíma er mikilvægt að grípa til forvarnaraðgerða þannig að sem fæstir þurfi á lækningu að halda og líka mikilvægt að efla heilbrigðisfræðslu. Við þurfum að vita hvað það er sem við getum gert til að koma í veg fyrir sjúkdóma, til að koma í veg fyrir smit núna, sprita hendur, halda fjarlæg og svo framvegis. Og svo er það efsta stigið í heilsueflingunni sem er að skapa aðstæður sem gera fólki kleift að lifa heilbrigðu lífi. Þegar við erum að fjalla smitsjúkdóma í lýðheilsunni þá er oft mjög klift og skorið að greina þessa þætti. Það er okkur ljóst hvað veldur sjúkdómnum, hvernig hann smitast og hvernig hægt er að koma í veg fyrir hann. Flesta smitsjúkdóma sem við þekkjum í dag er hægt að koma í veg fyrir með bólusetningu að halda niðri, að lækna með lyfjum, en það á ekki við COVID-19 ennþá. Við vitum ekki hvernig er hægt að lækna hann og við getum ekki komið í veg fyrir hann með bólusetningu, en við getum beitt þessum forvarnaraðgerðum þegar við höfum gripið til þeirra og komið þannig í veg fyrir smit og frekari útbreiðslu. En þegar það kemur ósmitbærum sjúkdómum, það er þessum sjúkdómum sem smitast ekki milli manna eins og hjarta- og æðasjúkdóma og geðraskana, þá er það stundum flóknara. Þetta eru oft sjúkdómar sem fólk þarf að lifa með og þá skiptir líka máli að efla heilsuna, efla lífsgæði og velja þrátt fyrir sjúkdómin og í rauninni að gera fólki kleift að hafa eins mikið lífsgæði og það getur. Og þá er mjög mikilvægt að efla þekkingu á því hvað veldur lífsgæðum og velja. Og af því við erum öll svo miklu sérfræðingar í kúrfum, þá langar mig líka að deila með ykkur uppáhaldskúrfunni minni. Og hún er einnig eina af þessum myndum sem segir meira en mörg orð. Það er mjög ofta að fljóta með kynningum hjá mér. Og þessi kúrfa er eftir mentorinn minn, hana Felicia Huppert, sem er forstjóri Wellbeing Institute við Cambridge háskóla. Þarna sjáum við í rauninni hvernig líðan þjóðarinnar dreifist. Rauðasvæðið endurspeglar þá sem eru að glíma við algengar geðraskanir eins og kvíða og þunglyndi. Næst við eru þeir sem eru að fölna, en það er sem að ensku heita languishing. Þeir sem eru að fölna eru ekki með geðraskun, en þeim líður hvorki vel né tekst að vera virkir í þjóðfélaginu. Ekki mikil virkni hjá það. Nú svo er það þarna meðal geðheilsan og þar eru við kannski flest bara með ágætis geðheilsu, líður ágætlega og náum ágætri virkni. En svo er það græni hlutinn sem er það að blómstra og það er í rauninni það sem er eftirsóknarvert. Að ná að blómstra í leik og starfi, að líða vel og ganga vel. Og það er einmitt það sem er markmiðið kannski með allsherjar geðræktar aðgerðum að efla geðheilsu allra og við sjáum hvernig kúrfan færist að ef við náum með svona allsherjar aðgerðum að færa kúrfuna til að þá hækkar hlutfall þeirra sem blómstra og fækkar þeim sem eru að glíma við geðraskanir. Og til þess að við getum farið í markvissar aðgerðir til þess að efla hlutfall þeirra sem blómstra, þá verðum við að vita hvað það er sem
einkenni fólks sem blómstrar. Þess vegna þurfum við að auka rannsóknir og þekkingu á þessu sviði. Við vitum mjög margt sjúkdómana og raskanirnar og það mjög mikilvægt og þurfum að halda þeirri vitneskju áfram að halda okkur alltaf með nýjustu þekkingu þar, en við þurfum jafnframt að rannsaka hvað það sem einkenni fólks sem líður vel og gengur vel. Og þá erum við komin að þessari nálgun sem að kölluð jákvæð sálfræði. Í rauninni bara sálfræði. Þetta ekki neinn undirgrein sálfræðina, heldur nálgun sem gengur þvert á allar greinar sálfræði og í raun allar fræðigreinar sem að fjalla mannlega hegðun, hugsun og tilfinningar og þetta samspil þar á milli. Þannig jákvæð sálfræði nálgun, þar sem spurt hvað reynist manneskjunni vel, hvað gæti hún gert enn betur, hvað einkennir vel starfhæfan einstakling sem nær á farsalan hátt að þroskast og aðlagast ólíkum aðstæðum í lífinu. Af hverju getur meirihluti fólks haft tilgang með lífinu og lifa því með reisn þrátt fyrir erfiðleika? Þannig nær jákvæð sálfræði yfir rannsóknar því sem reynist fólki vel. Hvað gerir mannlegt líf þess virði að lifa því? Hvað leiðir til innihaldsríks lífs, lífsánægju og hins góða lífs? Við erum vísindaleg nálgun á því hvernig eigi að lifa eftirsóknarverðu lífi, eða hvernig hægt Og svo snýst að greina styrkleika, ekki síður en veikleika. Og styrkleikar, eru stórt viðfangsefni í jákvæðri sálfræði. Styrkleikar eru ekki bara hæfileikar. Þeir eru eitthvað sem við erum góð í að gera, eitthvað sem okkur langar að nota og eitthvað sem gefur okkur orku þegar við notum það og veitir okkur velja. Þetta þrennt þarf að vera til staðar svo að styrkleika sé að ræða. Styrkleiki ekki sem stá bara eitthvað sem við erum góð í ef okkur langar ekki að nota það eða gefur okkur ekki gleði eða orku á að nota hann. En rannsóknir hafa sýnt að það að greina styrkleika sína og þekkja styrkleika sína, nota þá markvisst, að það eitt af þessum jákvæðu inngripum sem eykur vellíðan. Eitt af því líka sem hefur rannsakað undir formerkjum jákvæðra sálfræði eru jákvæðar tilfinningar. Og það hefur svolítið verið gagnrýnt hvað jákvæðar tilfinningar, eru það aðrar neikvæðar tilfinningar. Hefur skipt upp svona gildishlaðið, má alveg sjá að það stundum ekki heppilegt. Það ekki þannig að neikvæðar tilfinningar séu að við aldrei að upplifa neikvæðar tilfinningar eða forðast þær, en jákvæðar tilfinningar eru kannski þessar þægilegu tilfinningar sem eru nokkuð finnst eftirsóknarverðar. Og það komir ljós í rauninni að þarna upp aldamótin rétt fyrir að jákvæðar tilfinningar höfðu bara ekki verið rannsakaðar neitt á ráði. Það var ekki talið að þær gerðu eitthvað gagn, það var eitthvað gagn af jákvæða tilfinningum, það væri bara raun að veita ánægju, en svo þegar farið var að rannsaka jákvæða tilfinningar, þá kemur ýmislegt spennandi ljós. Þannig geta jákvæða tilfinningar eins og ánægja og gleði unnið gegn neikvæðum áhrifum neikvæðra tilfinninga. Já. Því að segja ykkur frá rannsókn sem Barbara Fredriksson sem að setti fram kenninguna jákvæðar tilfinningar, að þær víkki hugargetu okkar og hafi margar jákvæðar afleiðingar. Hún gerði rannsókn, hefur gert margar svona rannsóknir þar sem hún skiptir þáttökundum bara af tilviljun í hópa. Og í einni rannsókninni þá var fólki skipt tilviljun kennt í 4 hópa. Allir fengu samt sömu fyrirmælin. Það var sagt að þeir hefðu 1 mínútu til að undirbúa ræðu þar sem þeir áttu að segja frá sjálfum sér. Og það var verið að mæla bæði hjartslátt og blóðþrýsting. Og það bara þannig að það verða allir smá kvíðnir og óttasleiknir þegar þeir fá svona stuttan fyrirfara á því að fara að tala sjálfan sig í upptöku. Og þannig að hjartslátturinn og blóðþrýstingun fóru upp hjá þeim öllum. Svo gerist það, eins og stundum í sálfræði tilraunum, það ekki alltaf alveg ljóst hvað verið að skoða. Og þannig að þau fá myndband til að horfa á í stað þess að það sé verið að taka þau upp. Og þessi myndbrot voru kölluð fram mismunandi tilfinningar. Eitt myndbrot kallaði fram ánægju, eitt gleði, eitt var bara hlutlaust og annað kallaði fram sorg.
Það var svona búið að skoða þetta og rannsaka vel áður að þetta væri það tilfinningar sem þessi myndbrot kölluðu fram. Nú, það skemmst frá því að segja að ef við skoðum tímann sem að tekur að hverfa aftur í eðlilegan hjartslátt, að þá það sést á þessari mynd að þeir sem að voru að horfa á svona jákvæð myndbrot, þeir eru mun fljótari að vinna sig úr þessu neikvæðu tilfinningaástand, þessu streitu aðstæð. Og það sem kom mér mest óvart þegar ég sá þessa mynd fyrst og skoða þessa niðurstöður, hvaða lítill munur samt á milli þess að horfa hlutlaust og neikvætt eða þessa erfiðu tilfinningu svo sorg, það sýnir okkur að jákvæðu áhrifin af jákvæðu tilfinningunum eru runni sterkar og þau eru sannarlega til staðar. Þannig að ef að við erum í neikvæðu tilfinningarástæði, þegar við erum undir streitu, upplifum streitu, þá er rauninni magna streitan. Ef við náum að fara í jákvæð tilfinningaástand, og stundum getum við að stjórna, ef við náum að fara og horfa á eitthvað sem veitir gleði og ánægju, og ég hef alveg bara gett sagt það, ég hef alveg bara gert það markvisst stundum að kveikja uppáhalds þáttunum mínu sem ég veit að fá mig til að hlæja núna þegar ég finna að streitan eitthvað að taka yfir. Og það getur oft virkað þegar ekki eitthvað mikið að ræða, heldur svona minniháttar streitu. Jákvæðar tilfinningar, þær hjálpa okkur að tengjast öðrum, þær nær okkur og hjálpa okkur að takast á við það sem á vegi okkur verða í lífinu. Og þá ætla ég næst að fara í hamingjuna. Hamingjan, hvað er hún? Er þetta leita hana uppi eða er hún afurð annarra þátta? Mikið verið fjallað að það sé of mikil áhersla, of mikið talað hamingju. Allir eigi vera alltaf hamingjusamir. Þá er líka mikilvægt að við áttum okkur hvað þýðir að vera hamingjusamur. Og nú hef ég verið að rannsaka hamingju að verða 20 ár og ég hef aldrei séð þá skilgreiningu að hamingja sé það að vera brosandi allan sólarhringinn. Það er ekki eintóm gleði. Hamingja er einhver heildarsumma af gleði og sársauka og við þurfum líka erfiðu tilfinningarnar og sársaukan til þess að geta upplifað hamingju. Og eins og þessi fyrstu rannsókn sem kveiktu minn áhuga svo mikið sýndu að allir sem voru hamingjusamastir hefðu gengið í gegnum erfiðleika. Þannig að leiðin á hamingju er alls ekki það að brosa sig í gegnum alla erfiðleika og hunsa þá og horfast ekki í augu við erfiðar tilfinningar. En aðeins betur af því seinna. Mér langar aðeins að skoða með ykkur hvað þættir hafa áhrif á hamingju Íslendinga. Nú er ég búin að skoða þetta í tæplega 20 ár. Skoða, og það gerum við í hamingjurannsóknum og jákvæði sálfræðinni, er munur eftir kyni, aldri, menntun, tekjum eða hjúskaparstöðu og það er rauninni, get ég sagt ykkur stuttu máli, að það er engin munur eftir kyni. Það er alltaf sami aldursmunur á Íslandi þegar við erum að skoða fullorðið fólk frá 18 til 80 ára, það er bara því eldri sem þú verður, því hamingjusamari. Þetta samband er stundum öðruvísi í öðrum löndum, en hér kemur þetta alltaf eins á Íslandi. Þannig að það hlýtur að vera gott að eldast á Íslandi. Nú svo þegar við skoðum hjúskaparstöðu þá sjáum við líka að við berum saman þessa mismunandi hópa að þá eru þeir sem eru giftir alltaf hamingjusamastir af þeim hópum og alltaf hamingjusamar heldur líka þeir sem eru í sambúð. En svo þegar kemur á sambandi milli tekna, peninga og tekna og hamingju, þá spyr ég oft þegar svona með hópa fólki fyrir fram að mig, hvað haldið þið að tekjur skýri mikið af hamingju Íslendinga? Og mér langar að spyrja þig, hvaða tala kemur upp í hugan hjá þér? Hvaða prósentutala? Ég fæ oft 20%, 40%, 70%. En þessar niðurstöður vöktu líka bara mikinn áhuga hjá mér að skoða frekar að því að tekjur skýra bara eiginlega ekkert af hamingju Íslendinga. Kannski svona 1%. Og þá er ekki alveg samt þar með sagt að fjárhagur hafa engin áhrif því að fjárhagserfiðleikar hafa mjög neikvæð áhrif á hamingju. Og það er í rauninni þeir sem er erfitt með að ná endum saman er sá hópur sem sem er í rauninni alltaf óhamingjusamstur og hann er óhamingjusamari heldur en þeir sem eru atvinnulausir eða þeir sem eru með lágar tekjur. Þannig að við sjáum líka að sambandi sérst á milli tekjuhópa og hamingju, það er ekkert beint samband þar. Ef það ætti að vera
þá ætti það að vera þannig að bara því hærri tekjur því meiri hamingja. Við sjáum hins vegar einmitt að það skiptir máli alltaf hvað maður gerir við peningana og maður líka snýðir sér stakk eftir vexti. Við sjáum fólk sem í lægsta tekjuhópnum sem á ekki erfitt með hann á endum saman. Svo getum við líka fundið fólki efsta tekjuhópnum sem á erfitt með hann á endum saman. En ég held að það sem að samt skiptir langmestu máli fyrir hamingju eru félagsleg tengsl. Það eru oft verið að spyrja þessu og þá spurta mikið í fræðunum og það ensku, can money buy you happiness? Og besta svarið sem ég hef heyrt við því only if you spend it on others. Því að sá þáttur sem skiptir langmestu máli fyrir hamingju eru samband við aðra, félagsleg tengsl. Það ekkert sem slæðir þeim út, þannig að það mikilvægt að fjárfesta í félagslegum tengslum heldur en að ná sér í auka tekjur til þess að kaupa hluti sem við veit okkur kannski hvort ekki neina hamingju. En það mikilvægt að við búum svo hér í samfélaginu að fólk geti lifa mannsæmandi lífi og náð endum saman af þeim launum sem þeim eru í boði. Það bara svona grundvallar atriði. Ég rannsakaði hamingju fyrir og eftir bankahrun og þar kom margt áhugavert fram. Meðaltals hamingja fullorðinna Íslendinga í rannsókninni Heilsu og líðan Íslendinga lækkaði aðeins, ekki mikið, en þegar við bárum saman hamingjumælingar sömu einstaklinga 2007 og 2009 sáum við að 40% þeirra svöruðu bara eins, 30% þeirra voru hamingjusamari og 30% voru óhamingjusamari. Þannig að hvað segir þetta okkur? Það segir okkur til dæmis að það er ýmislegt annað í gangi í lífi fólks heldur en efnahagshrunið. Einhverju voru kannski að finna ástina, einhverju voru að missa eitthvað sem þeim var kært og svo framvegis. En það er bara mikilvægt að finna hvað það er sem gefur lífinu tilgang og ef að áhrifin eru sterkari heldur en áhrif hrunsins þá taka þau þar. En það sem kom kannski okkur mest á óvart voru niðurstöður og greiningum á gögnum á rannsóknum á unglingum, og rannsókninu ungt fólk sem rannsóknir og greining safna saman. Þar er spurningalisti lagður fyrir öll 15 ára börn á landinu sem eru mætt í skólan bara þann daginn og eins og þið sjáuð hér að þá höfum mælingar frá 2000 til 2010 þá fjölgar bara hlutfall þeirra sem telja að það lýsi sér vel að þau séu hamingjusöm. Og þetta hlutfall hækkar úr 84 í 88 hjá stúlkum og 85 í 90% hjá strákum. Og þegar við skoðum þetta frekar þá sáum við að þeir þættir sem höfðu sterkustu tengslin við hamingju unglinga var tími með foreldrum og umhyggja frá foreldrum. Og þegar við fórum að skoða hvernig þessir þættir höfðu þróast yfir tíma, þá var bæði aukning eins og hér sést á hlutfalli þeirra sem verja oft eða næstum alltaf tíma með foreldrum sínum á virkum dögum og líka á hlutfalli þeirra sem áttu auðvelt með að fá umhyggju frá foreldrum sínum. En ég skoðaði líka sérstaklega þá sem vörðu litlum tíma með foreldrum sínum áttu erfitt með að fá umhyggju frá þeim og það var 5% ungmanna og þar kemur ljós að hamingja þeirra fór niður á við. Ólíkt því sem gerist hjá meirihlutanum. Þannig að þá vitum við að þessi tími og umhyggja frá foreldrum hann er verndandi fyrir því sem annars hefði gert að hamingjan hefði líklega minnkað. Við skoðum svo opinber gögn frá Hagstofunni og gátum í rauninni séð að meiri hluti fullorðinna sem gátt mögulega verið foreldrar 15 ára barna var með færri vinnustundir þarna eftir bankahrunið og gátu því ef til vill varu meiri tíma með börnum sínum máttu auðveldara með að veita þeim umhyggju. Það var mikið rætt þetta eftir hrun að gildismat fólks hefði breyst. Að fólk væri kannski með frekar að fjárfesta í tíma með fjölskyldu og vinum og minni áherslu á efnahagsleg og veraldleg gæði. En hversu lengi hélt það? Því miður voru margar vísbendingar og margt væri á hraðri leið aftur í þær áherslur sem voru ríkjandi hér fyrir hrun. Og því miður þá sáum við að hamingja ungmenna var á niðurleið núna seinustu árum. Árið 2016 var hlutfall þeirra ungmenna sem töldu sig hamingjusöm lægri en nokkru sinni fyrr, eða aðeins 84%. Það er því ekki skrítið einhver spyrji hvað þarf til við lærum að meta það sem skiptir máli og lifum eftir því. Þegar við spyrjum börnin, við höfum spurt bæði leikskólabörn, grunnskólabörn og framhaldsskólabörn, hvað gerir þig hamingjusama? Þá eru þau alveg með þetta.
leikskólabörnin að leika mér, að knúsa mömmu mína, grunnskólanemar, leika við vini mína, spila í tölvunni, fara í hjólaferð og framhaldsskólanemar, hlusta góða tónlist, vera með góðum vinum, borða góðan mat. Hérna eru áherslurnar á samveru við fjölskyldu og vini en ekki svo mikið á veraldleg gæði. En ég hef oft fengið þá spurningu líka hvað greinir á milli þeirra sem eru hamingjusamir og óhamingjusamir. Þá eins og kom fram í einni af þessum fyrstu hamingjurannsóknum sem ég myndist á í uppáði, þá er þetta ekki spurning um fjölda vandamála og erfiðleika, heldur hvernig fólk tekst á við vandamála og erfiðleika. Það er það viðhorfið. Lítum við á erfiðleika sem eitthvað sem að brýtur okkur niður og verðum fórnarlamb. Fórnarlamb er einu versta hlutverk sem við getum lent í, því þá gerum við ekkert annað en kenna öðrum og reynum ekki að finna leiðir út úr mótlætinu. Ef við hins vegar lítumst á erfiðleikana sem eitthvað sem hægt er að sigrast á og leggjum okkur fram og reynum allt til að koma okkur í gegnum vandann, þá verðum við gerandi í þessum aðstæðum. Og það er ekki þar með sagt að við þurfum að gera allt sjálf, við erum kannski líka gerendur í því að leita okkur faglegar aðstoðar eða aðstoðar sem hjálpar okkur í gegnum mótlæti. Þegar ég kynntist kenningum Carol Dweck hugarfar, festu og grósku sá ég hvað þær skýra vel einmitt þennan mun sem ég var að minnast á því hverjir eru hamingjusamir og óhamingjusamir. Viðhorf til áskorana, hvernig þú sér mótlæti, viðhorf til þess að leggja eitthvað á sig og hvernig þú lítur á gagnrýni annarra og velgengni annarra. Skiptir máli, ég hveti til þess að skoða hvernig tekst þú við áskoranir, mótlæti, fyrirsögn, gagnrýni og velgengni annarra. Þegar við erum í festu hugafari og það er máli að við getum alveg hoppað á milli, stundum erum við í festu hugafari og stundum erum við í grósku hugafari. Festu hugafari einkennist af því að við forðumst áskoranir og lítum við svo á að mistök endurspegli takmarkanir okkar, tökum gagnrýni persónulega og heldum okkur bara af það sem við kunnum, þorum ekki að prófa eitthvað nýtt og finnum fyrir afbrýðisemi þegar við sjáum velgengni hjá öðrum. Ef við náum farið í grósku hugafarið, þá leitum við áskorunum og við bara viljum fá áskorunum til þess að bara þroskast. Og mistök eru þá bara leið til þess að læra eitthvað, hjálpa okkur að vaxa og þroskast. Við sjáum gagnrýni sem tækifæri til þess að bæta okkur og við höfum gaman að því að prófa nýja hluti. Og velgengni annarra veldur ekki afbrýðisemi heldur innblæstri. Þannig að það er mikilvægt að finna hvernig getum við tileinka okkur þetta og hvernig við getum líka ræktað gróskuhugafar hjá börnunum okkar. Við þurfum að hrósa fyrir áætlun, fyrirhöfn og leggja sig fram frekar heldur nákvæmna eiginleika sem við höfum enga stjórna. Þegar við erum í gróskuhugafarinu þá höfum við meira þolgæði. Freud segja að þolgæði, eins og ég nefndi að Páll Matthíasson valdi að þýða þetta hugtak resiliency, snýst einmitt það að bogna undir álagi en ekki brotna. Það má auðveldlega sjá með þessi tengsl við gróskuhugafar og þolgæðis þar sem að ferli við að aðlagast vel andspænis mótlæti, áföllum, harmleik, ógn eða sérstaklega streitumiklum aðstæðum. Svo er það annað hugtak sem ég langar aðeins að fara yfir með ykkur sem er áfalla þroski. Þetta er eitthvað sem er rannsakað undir formerkjum jákvæðrar sálfræði og heitir á ensku post-traumatic growth. Flestir þekkja post-traumatic stress disorder en færri þekkja post-traumatic growth. En það er einmitt þetta svið sem hefur ekki verið rannsakað nóg. Hvað einkennir þá sem ná þroska í kjölfar áfalls og hvað getum við hinn lært af því? Þeir sem ná áfalla þroska upplifa jákvæðar tilfinningar í kjölfar áfalla sem geta falist í auknum persónulegum styrk, nánari tengslum við aðra, breytingum á viðhorfi til lífsins, sjá ný tækifæri og að vera meira andlega þenkjandi. Og rannsóknir hafa sýnt að þeir þættir sem stuðla að áfallaþroska er góð efnahags- og félagsleg staða og félagslegur stuðningur. Aftur og aftur komum við að félagslega stuðningnum að hann er grundvallaratriði fyrir okkar vellíðan. En það er líka mikilvægt að sjá að það er ekkert í þessum rannsóknum jákvæðri sálfræði sem segir að þú eigir að hunsa erfiðleikann og láta eins og allt sé í góðu lagi og brosa bara í gegnum allt. Það er nefnilega mjög mikilvægt að þora að vera með þeim tilfinningum sem við upplifum hverjum sinni. Og í því samhengi langar mig að kynna fyrir ykkur hugtakið tilfinningahugrekki.
sem snýst það að geta mætt hugsunum okkar, tilfinningum og sögum með samkennd, forvitni og hugrekki. Það er mitt vinkona mín Susan David sem hefur sett þetta fram og þetta er að mörgu leyti tengt líka núvitundinni af því þetta snýst að vera og sætta sig við það tilfinning, ekki endilega að reyna að breyta einhverju, heldur að vera í sátt á líðandi stundu. Og mér langar því að aðeins næst að fara yfir núvitundunum, hvað það er að veita lífinu fulla athygli á meðan það er að gerast og taka því án þess að dæma hvort að það er gott eða slæmt. Þessi stund er eina stundin sem þú raunverulega átt, fortíðin er liðin og framtíðin er óskrifað blað. Þannig að núvitundarþjálfunin og núvitundaræfingar, þess að þjálfa okkur í að njóta augnabliksins, finna sátt við okkur sjálf og draga það úr streitu og kvíða og auka hamingju og velja. Hér eru fleiri æfingar sem rannsóknir hafa sýnt að auka velja. Jákvæða sálfræðin köllum við þetta jákvæð inngrip, en má líka bara nefna æfingar sem auka velja. Og ég er búin að nefna það að greina styrkleika sín og nota þá markvisst eykur veljan. Núvitundaræfingarnar, hreyfingin er vel þekkt, vel rannsökuð, jóga, samkennd í eigin garð, þakklætisæfingar, æfing sem nefnist 3 góðir hlutir sem ég ætla aðeins að útskýra fyrir ykkur. Við hvetjum ykkur til þess að prófa í kvöld. Hún er nefnir þannig að á kvöldin, áður en þú ferð að sofa, þá finna eitthvað þrennt sem gekk vel. Gott að skrifa það hjá sér. Hugsa hvaða þátt á því að það gekk vel. Og einnig er hægt að gera þetta að fjölskylduleik við matarborðið eða fyrir svefn. Þá getur hver og einn sagt frá einhverju góðu sem gerðist yfir daginn og hvaða hlut hann átti í því að það gerðist. Það er mikilvægt að við áttum okkur á því að við erum áhrifavaldar í lífi okkar og við höfum áhrif á þetta góða og eftir því sem við tökum meira eftir því að þá vex það. Fyrir þá sem vilja þá er þetta að nota líka app sem heitir HappApp, þróað af nemenda jákvæðri sálfræði og runnið í samvinnu við embætti landlæknis. Það er hægt að finna þetta bæði inn á happa.is og heilsuvera.is. Það er hægt að finna veljanapróf, hægt að skrá niður þessar æfingar 3 góða hluti og hlusta á núvitundaræfingar á íslensku. Og app er að sjálfsögðu ókeypis. Nú hef ég farið í stuttu máli yfir tengingu milli geðræktar og jákvæðar sálfræði, yfir þá þætti sem rannsóknir sýna hafa áhrif á hamingju og velja og hvað hjálpar okkur til að takast á við mótlæti. Ég hef kynnt hvaða æfingar við getum gert til þess að auka veljan og lifa lífinu meira lifandi, í sátt, aðalega við okkur sjálf. Þessum fróðleik í bland við aðra rannsóknir á heilsu og vellíðan, andlegri, líkamlegri og félagslegri, höfum við á lýðheilsusviði embætti landlæknis tekið saman og sett fram sem heilræði á tímum kórónuveiru sem ég langar til að deila með ykkur. Ég vona að við sem einstaklingar og sem samfélag að við byrjum gæfu til þess að geta tekist á við þær áskoranir sem fylgja COVID-19 með uppbyggilegum hætti og við þorum að setja velsæld á oddinn. Það sem mér fannst standa upp úr ávarpi Katrínar Jakobsdóttur, forsætisráðherra á sunnudagskvöld, var þetta að Ísland er fyrst og fremst land með kærleiksríkt fólk sem getur allt sem það vill, öflugt, frjálst og opið umhyggjusamfélag. Fyrsta heilræði snýr einmitt umhyggjuna. Að hlúa vel að okkur sjálfum okkar nánustu, hugsum vel okkur sjálf og finnum uppbyggilega leiðir til að takast á við áskorunum sem stöndum frammi fyrir. Verjum tíma með þeim sem okkur þykir vænt eigum góðar stundir saman, spilum, förum út í göngutúr, út í garðaleika, föndrum, lesum og hlæjum saman. Sköpum góðar minningar. Heilræði númer 2 snýr að þakklæti, að veita því góða í lífi okkar athygli og vera þakklátt fyrir það. Og þá er hægt að rifja upp 3 atriði til þess að þakka fyrir. Til dæmis við matarborðið áður en farið að sofa, af því að það sem við hugsum hefur áhrif á það hvernig okkur líður. Nú mataræðið, það er mikilvægt að borða hollan og góðan mat, velja matvæli sem eru rík af næringarefnum frá náttúrunnar hendi, ávexti, grænmeti, heilkornavörur, fisk og muna eftir D-vitamínu og það er mikilvægt að hafa reglu á máltíðum og njóta þess að borða. Við höfum séð mikið af því að fólk er að hreyfa sig og við höfum vísbendingar það að Íslendingar hafa hreyft sig meira núna eftir að COVID-faraldur byrjaði. En það er einmitt mikil og þess vegna er eitt ráð við hreyfum okkur rösklega á hverjum degi. Hreyfing er mikilvæg fyrir andlega og líkamlega veljan, bætir svefn og eykur þrek.
Hreyfum okkur því rösklega á hverjum degi, fullorðnir í minnst 30 mínútur og börn í minnst 60 mínútur. Og það er betra að hreyfa sig aðeins en ekki neitt og takmarka langvarandi kyrrsetu. Nú svefninn er gríðarlega mikilvægur og eins og landlæknir hefur nefnt að ef að áhrif hans var hægt að fá í einni pillu þá væri svo pillu örugglega mjög vinsæl. En það er því gríðarlega mikilvægt að stuðla að góðum svefnvenjum. Góður svefn er nefnilega mikilvægur til að geta tekist á við viðfangsefni dagsins. Hann hefur jákvæð áhrif á ónæmiskerfið, einbeitingu, námsgetu og er nauðsynlegur fyrir vöxt og þroska barna. Komum okkur því upp góðum svefninum til að ná ráðlegum svefni miðað við aldur. Og við höfum rætt hérna mikilvægi þess að takast á við mótlæti á uppbyggjandi hátt. Þeir sem þurfa að forðast líka að takast á við mótlæti með óheppilegum aðferðum og forðast að nota áfengi eða tóbak sem bjargráð. Það er ekki gagnlegt að nota áfengi eða tóbak til að takast á við erfiðar tilfinningar eins og áhyggjur og kvíða eða til að slaka á. Í neysla áfengis og reykingar veikja ónæmiskerfið, auk þess að hafa neikvæð áhrif á heilsu og veljan til lengri tíma. Svo er það ráðið samfélagslega ábyrgð og að fylgja fyrirmælum og fyrir það getum við hrósað þjóðinni fyrir sýna ábyrgð í hegðun okkar, fylgja leiðbeiningum almannavarna til að vernda fólki í kringum okkur og heilbrigðiskerfið. Forðumst líka óþarfa áhyggjur því þær geta haft neikvæð áhrif á lífsgæði og öryggistilfinningu okkar. Það er mikilvægt að halda áfram að læra og koma hlutum í verk, vera í gróskuhugafarinu, sjá tækifærin í þessum sérstöku aðstöðum og læra eitthvað nýtt ef við höfum auka tíma, alls ekki að búa til eitthvað auka álag, en bara að skoða að ef okkur vantar verkefni að ná kannski að koma einhverju í framkvæmd sem hefur verið á verkefnalistanum. Mikilvægt að gefa af okkur, sýna okkur góðvild og samkennd, að gera eitthvað fallegt fyrir aðra, sýna samkennd í verki, brosa, gefa öðrum að tíma okkar, með því að hringja sína áhuga á tjá þakklæti, fyrir vináttu eða greiða. Bjóðum fram kraft okkar og höfum tök á að sjá okkur sjálf sem hluta að stærra samhengi veitir lífsfyllingu og efli tengsl við aðra. Síðasta heilræðið, njótum augnabliksins hér og nú. Það er mikilvægt að njóta augnabliksins og vera eins mikið við getum í núinu. Tökum eftir fegurðin í litlu hlutunum í kringum okkur og í náttúrunni með öllum skynfærum og leyfum þessum tíma að vera endurnærandi og gefandi fyrir okkur. Ég vona að það hafi einnig komið skýrt fram hversu mikilvægt það er að gera frekari rannsóknir á líðan og því langar mig að lokum að hvetja ykkur til að taka þátt í rannsóknir líðan í COVID. Hér sjáum við slóðina og hvernig hægt er að taka þátt. Því faraldurinn er eitt stærsta áskorun sem þjóðir heims hafa staðið frammi fyrir. Það er mjög mikilvægt að skapa þekkingu sem getur nýst yfirvöldum til að skipuleggja velferðarþjónustu og til að bregðast við rétt við áhrifum samfélagslegra áfalla í framtíðinni. Takk kærlega fyrir að vera með mér hér í dag og njótið augnabliksins.